Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Framkvæmdir við kísilverið á Bakka eru langt komnar og stefnt að því að ræsa kísilofn versins á næstu vikum. Við litum við á Bakka og ræddum við forstjóra PCC Bakka Silicon. Hér bara allt á fullu og það má segja bara að smíði verksmiðjunnar sé rétt að ljúka. Nú eru stignir stórir áfangar á hverjum einasta degi og við sjáum fram á að við setjum verksmiðjunni í gang svona einhvers tímann á tímabilinu vonandi 7. mars til loka mars. Þannig að hér bara allt á fullu í loka frágangi. Svona verksmiðja náttúrulega mjög flókin og þetta stórt og flókið fyrirbæri svona verksmiðja. Það mjög mikið bara alls konar prófunum í gangi. Við þurfum til dæmis á tölvukerfum að gera fleiri 1000 prófanir, svo kallað IO-test og já, þau eru talin í 1000. Það þarf að gera svona virknitest á virkniprófanir á öllum kerfum. Í loka afurðum, það aðeins eftir að setja upp búnað. Þannig að þetta svona, það ýmis mörg smá handtök eftir sem að allt tekur sinn tíma. Hvernig hefur þessi framkvæmd gengið? Hún hefur bara heilt yfir gengið mjög vel. Það urðaðist tafir í byrjun, í upphafi, í jarðinu og alveg upphaf verkefnisins sem að svona ýtti öllu aðeins aftur. En stóra málið að það hafi engin alvarleg slys orðið. Við höfum alveg sloppið við það. En það gert mikla kröfur bæði til okkar sjálfra og verktakana í öryggismálum. Þannig að heilt yfir hefur bara gengið mjög vel. Og veturinn í fyrra náttúrulega hann kom aldrei, þannig að það hjálpaði mjög mikið. Og veturinn í vetur hefur svona verið tiltölulega góður. Hvað eru margir sem eru hérna á svæðinu að vinna að þessari framkvæmd núna? Akkúrat núna að vinna í verksmiðjunni á vegu verktaka eru svona sirka 500 og svo eru rúmlega 100 starfsmenn PCC að vinna hérna líka. Og þessi fjöldi fyrir væntanlega að breytast þá svona á næstu mánuðum? Já, svona fljótlega eftir förum á stað, þá fer starfsmönnum verktakana fækkar hratt, en það verða sérfræðingar frá opnaframleiðendunum og þeir sem skaffa okkur helstu tækni. Þeir verða með okkur hérna alveg næstu mánuði og ég vil fram á mitt sumar að hjálpa okkur að koma verksmiðjunni í stöðurekstur. Og hvað eru það mörg störf sem sitja eftir hérna eftir að öllum framkvæmdum lokið? Starfsmenn PCC verða 111. En svo eru fullt af öðrum störfum sem verða til, nýjum störfum sem verða til hreinlega út af okkur. Við til dæmis útvistum eldhúsi, skúringum, allri vinnu á höfninni og því líkt. Þannig að ný störf eru sjálfsagt í allavega svona 140. Þessi starfsmenn koma víða að. Af þessum 111 þá var 50% ráðin hérna af svæðinu, fólk sem bjó hérna á svæðinu þegar var ráðið. 35% annars staðar af Íslandi og 15% ráðið beint erlendis frá. Og þessi 15% eru iðnaðarmenn okkar. Við erum 18 iðnaðarmenn, 6 rafvirkja og 12 vélvirkja. Og eins og staðan í dag á Íslandi, það bara vonast að fá iðnaðarmenn og við þurfum að ráða þá að mestu beint frá erlendis frá. Þau koma frá Pólandi. Þó svo að fólkið hafi verið ráðið hérna á Íslandi, okkar starfsmenn, þá því ekki allir hafi verið fæddir á Íslandi. Hjá okkur vinna fólk frá 15 mismunandi þjóðlöndum sem bjó hérna á Íslandi og kom til okkar. 50% okkar starfsfólki eða tæplega 50% með einhverja framhaldsmenntun og okkar störf krefjast framhaldsmenntunar. Sem dæmi að nefna að við erum með 2 doktora í sínu fagi í okkar hóp. 9 manns með mastersgráður og 18 manns með aðra háskólagráðu og 18 manns með iðnmenntun. Þannig að þekkingastigið í okkar starfshópi mjög hátt. Og það sem kannski ánægjulegast að 24% af starfsfólkinu eru konur og sem að þykir mjög hátt í svona iðnaði og við erum mjög ánægð með það. Hvernig hafa tengslin hérna verið við samfélagið á svæðinu? Þau hafa verið mjög góð.
Við höfum lagt mikla áherslu á það frá upphafi að vera mjög gegnsæ og reyna að koma upplýsingum eins vel til nærsamfélagsins og við getum með opnum fundum og sendt út dreifibréf og Facebook síðu, heimasíðu og reynum að sjá til þess að okkar nágrannar geti fengið allar upplýsingar sem þeir vilja og komið ábendingum til okkar. Við höfum haldið opinn dag og við fengum til dæmis 600 gesti á opnum degi og hafið í huga að íbúar Húsavíkur eru kringum 2000. Þannig að þetta er mjög gott. Við finnum fyrir mjög miklu trausti og við finnum það að bæjarbúar hafa trú á því sem við erum að gera og við leggjum líka hart á okkur og standað undir því trausti. Þannig að okkur er bara mjög vel tekið og allt samvinna við bæjaryfirvöld hérna og sveitarstjórn hafa verið bara mjög góð. Kísilverið í Helguvík hefur verið mikið í umræðunni síðustu mánuði en íbúar nálægt verksmiðjunni urðu fyrir verulegum óþægindum. Hafsteinn segir ólíklegt að uppkeyrslan á verksmiðjunni á Bakka valdi Húsvíkingum óþægindum. Það ákveðið tímabil í gangsetningunni þar sem að reykurinn frá okkur fer ekki gegnum reyksengivirkið, fer beint út í andrúmsloftið og það getur komið lykt og sjáanlegur reykur á því tímabili. En eins og segi, við höfum ekki von á því að það verði hérna til óþæginda fyrir okkar nágranna. Ástæðan fyrir því að við teljum að við munum ekki lenda í sömu ógöngum eins og á Suðurnesjum að hönnunin á þessari verksmiðju tiltölulega öðruvísi, þó þetta sé mjög svipað verksmiðjur og byggja á sömu grunntækni. Þá grundvallarmunur, til dæmis erum við með svokallaða neyðarskorsteina sem að þýða það að á þessum tímabili þegar að reykurinn fer ekki gegnum reykhreysivirkið þá fer það gegnum skorsteina sem þýðir að dreifingin verður miklu meiri á okkar útblæstri og þynningin miklu hraðari, þannig að lykt ætti ekki að vera vandamál fyrir okkar nágranna. Svo hefur bara öll umgjörð og hvernig staðið að þessu verkefni verið á þann veg að við hefum ekki von á neinu vandræðum og kannski helsti lykillinn það að öll tækni í þessari verksmiðju kemur frá sama framleiðandanum, SMS í Þýskalandi og þeir framleiða alla tæknina og hannita, þannig að það alveg tryggt að öll kerfi hjá okkur til tala saman og virka saman og ekki að skapa neinn vandamál fyrir hvort annað í þessi mismunandi kerfi. Og þetta lykill að því að teljum við að uppkeyrslan muni ganga vel. Hvernig tilfinningin þegar styttist nú í að þetta fari allt saman á stað? Það bara fiðrildi í maganum. Við erum búin að vinna þessu mjög lengi þessu verkefni. Við erum búin að ráða allt okkar starfsfólk og það komið til starfa og það eru bara allir spenntir að takast á þetta og setja í gang og byrja framleiðslu. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.